og skólakerfi örugglega besta dæmi þetta. Það sem við erum með kerfi sem heitir Kveikjum neistann, það sem allstaðar það sem það hefur verið prófað, kemur betri niðurstaða fyrir útlendinga, fyrir krakkana og fyrir kennarana. Allar einingar virðast skila betri árangri varðar allt, og þá erum við að tala um geðheilsu, við erum að tala um árangur í skóla, við erum að tala um PISA-kannanir. Allt virðist ýta krökkunum í átt að því að standa sig betur heldur en við gerðu áður. Þannig að við erum með per einstakling, þá er ég ekki að tala um að krakkanir sé eitthvað betri, en hver einstaklingur verður líka betri. En að einhverjum óskiljanlegum ástæðum, þá búum við þann veruleika að það er ekki horft í þessa niðurstöður. Heldur búin til einhverjar afsakanir það að þetta sé ekki nákvæmlega eins og allir aðrir skólar, þrátt fyrir það að þeir séu það að stóru leyti eins og í Vestmannaeyjum, þar sem mjög mikið af erlendu vinnuafli sem eru að standa sig, eða krakkarnir þeirra að standa sig betur heldur en annars staðar. En það er bara öfl, og ég ætla nú bara að segja, tala hreint út, það eru menntavísindasvið sem hefur verið að haga sér á fáránlegan máta, þar sem þeir bara búa til tregðu allstaðar þar sem einhver stendur sig aðeins betur. Og þetta einmitt alltaf gert í nafni jafnrétti, sko. Þannig að ég, eins og segi, og þess vegna fannst mér líka, og eins og ég var nefna við áður nú fórst allar stjórnmála, ætlaði ég að fá þig til einmitt bara að skilja, eins og í Háaleitiskóla. Þar eru þið ekki með Kveikjum neistan, en þið standið ykkur samt betur. Hvað er það svona, hver til eru ástæðan að séu Háaleitiskóli, út af því að þið hafið tekist á við verkefni sem að mörgum skólum hefur örugglega fundist vera, hvað ég segja, gríðarlega stórt og jafnvel einhver leiti óyfirvisstíðanlegt, en þið gerðu það samt. Hvað er það sem var svona gott í Háaleitiskóla? Hvernig, þú ert búin að koma inn á þetta að starfsfólki hafi verið frábært, en ef þú hugsar um stefnuna í víðari samhengi. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.